Var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Guð sagði, verði ljós, og það varð ljós. Og Guð sá að þetta bauð upp á óþrjótandi möguleika. Guð sagði, verði alls konar ekki góður. Þetta stefnir allt í óöfni. Ekki nema það. Ekki nema hvað? Já, ekki nema að rota þér kannski bara á. Afsakið. Við byggjumst velvirðingar á þessari bílun sem varð vegna tækjabúnaðar og á meðan við bíðum eftir að páskaþáttur Spaugstofunnar fari í loftið skulum við líta á uppfyllingarefni. Þetta uppfyllingarefni í boði Björgunar HF. Góður. Líka þetta. Á meðan þessu fór fram, sat dagskrárstjóri sjónvarpsins í þungum þöngum á skrifstofu sinni. Halló, útsendingarstjórn. Þetta nú ég einu. Dagskrárstjóra sjónvarpsins datt ekki nema eitt ráð í hug og það var útvarpsráð. En á sama tíma satt Harry Rögnvalds einkaspæjari á skrifstofu sinni að Golgötu 7 á samtíðum hundtrygga aðstoðmanni sínum Heimi Schnitzel. Þegiðu, Heimir. Hvað? Mamma að vaffa? Við verðum að fara að fá einhvern mál að fást við. Harry, ég með mál. Ertu með mál? Já. Hvað er mál? Ég að tala mál sem býður upp á einhverja möguleika. Harry, þessi mál hérna bjóð upp á rosalega möguleika. Sjáðu þess, tek mál svona, sjáðu. Nú þetta höfumál, nú þetta hálsmál, nú þetta mittismál, nú þetta kynferðismál. Já, hættu þessu, Heimir. Harry, sjáðu, nú þetta sjónmál. Þegiðu. Það gefur svo mikla möguleika. Þegiðu, Heimir. Má maður möguleika? Harry, sjáðu. Nú þetta mál að pissa. Halló? Já, þetta Harry Rögnvalds einkaspæjari. Það gæti hugsaðst, það fer eftir íslu. Og Sigurður Valgeirsson dagskrárstjóri hérna. Við erum í talsverðum vandræðum hérna hjá sjónvarpinu. Lát heyra. Þannig að páskaþáttur Spaugstofunnar horfinn. Horfinn? Hvað áttu við? Já, við horfinn, gufaður upp, disappeared, vekk, sparito, versunnen. Versunnen, já, þú meinar sem sagt horfinn. Það má líka orðað þannig. Ég skil. Akkur sagður það ekki strax, maður? Ég grunnum á honum að verið stólið. Stólið? Hvað áttu við? Já, við stólið, tekin ófrjálsri hendi, stólen, stjelt, rubato, gestólen. Þú start ekki að segja flera. Það eins gott, ég var að verða upp í skrokka með tungumál. Ég gjarnan að þið Heimir taki þetta mál að ykkur og ég hef ákveðna aðila grun á þeim að standa fyrir þessum þjófnaði. Og hvaða aðilar eru það? Það eru... Já, ég hlusta. Halló? Halló? Þú er alltaf sama ólagið á þessu símkerfi. Já. En við fengið nýtt mál, Emil. Harry, við eigum nóg að málum. Jú, sjáðu, hérna. Núna sko, núna þetta svona málflutningur. Kom hérna. Komdu hérna, þú á svo gott, góð. Þetta alveg þitt besta mál. Æi, Heimir, þegiðu. Nú verðum við að hugsa það. Já. Hver líklegur til að vilja að páskaþáttur Spaugstofunnar verði ekki sendur út? Harry! Ég veit! Nú, hvað, Heimir? Sjáðu. Nú ég málhaltur. Ó, Heimir! Hvað? Má maður haltra? Adam, höggormur? Nei, Eva mín, þetta sko engin höggormur. Nú, þetta alveg eins í laginu. Ég veit það, en þetta ekki nærri þess hættulegt.
Sjáðu bara. Nei, sko, barbabrella. Við hefum mátt að stoppa þetta fyrir langa löngu. Og akkur ekki búið að setja kvóta á þessa drengi. Þeir komast upp með alveg gegndarlust smábrandara dráp og ósiðlega möskvastarð á grínmiðum. Ég margbúinn að reyna að svifta á grínleifinu. Hvað er þetta? Hörru, hérna eru e-pillurnar sem ég er búinn að leita sem mest að. Þetta gerir lífið þá bærilegra. Bærilegt? Ég veit ekki hvað þið kallir bærilegt. Þegar ég tók við bankastjórastólum þá var ekki minnst að það einu orði þetta hangin á kontór allan daga. Þá var þetta að tala um einhverja vexti en ég held að það er bara vatnavextir. Að bjóða herrunum meira konjak. Já, takk. Ákvað ég skrifa þennan umgang. Skrifa þetta bara á bankan. Já. Það er sjóhætt. Ég meina, já, fólk er bara að æsa sig út af lagsveiðikostnaði. Það verður ekkert verið minnst á konjakskostnaði en þá. Þú mátt alveg skrifa þetta hjá ríkinu. Nú eða útgerðina. Nei, strákar, ég vil nokkuð að vera að taka séns á þessu. Ég fóngur hérna smá kókaín. Ég var að finna hérna einn póka. Á nákvæmlega sama tíma satt Harry Rögnvalds í þungum þöngum á skrifstofu sinni. Heimir! Hann starði fram fyrir sig og lét augnlokin síga til háls. Einbeitingin í svipnum var slík að láið að augun skitöku neistum. Heimir! Hann velti þessu snúna sakamáli fyrir sér fram og tilbaka. Heimir! Heimir sagði hann og spratt á fætur, en síðan var eins og hann tæki snögglega ákvörðun. Hann snar snýri sig við, ædda dyrunum og reif þær upp með snöggu átaki. Væruðu til í að halda þið saman augnablik? Það er ekki friður til að hugsa fyrir þér. Ég er bara að reyna að lýsa atburðarásinni hérna. Fyrr má nú vera. Við verðum aldrei búin með söguna og ætlar að teygja lópan svona. Sagði Harry og skellti hurðinni. Fyrirgefðu, ég fer þá bara í kaffi. Harry, sjáðu, þetta er stórmál. Nú er mál að linni. Minnum á það, mér er líka mál. Ekkert mál. Já, er þetta í kirkjunni? Já, friður sé með yður sem leiðis. Já, og með þínum anda. Er presturinn við? Margar vistar viður. Í húsi föður þíns. Hvað, er þetta fasteignasalið eitthvað? Nú, akkur á ég að bjóða vinstri vangan? Halli, hvað Halli? Já, halleluja. Já, amen sjálfur. Þetta var stórmerkilegt símtal. Sérstaklega vegna þess að ég botnaði ekkert í því. Heimir. Heimir. Heimir! Harry! Já, Heimir. Æ, fyrirgefðu. Ég var bara reikinn í kaffi í síðasta atriðu. Ég glemdi mér. Viltu kannski ég komi aftur inn? Já, takk. Já. Á sama tíma í veiðihúsinu fjarri mannabyggðum. Velkomin, séra minn. Hvað minn, almáttugur? Mér er alveg krossbrá. Fyrirgefiði, herra mín, að ég skulle vera svona sein. Ég lenti á krossgötum og vissi ekki hvað átti átt að fara. Allt í lagi, þeir eru ekkert byrjaðir að sukka ennþá. Hvað vinn ég hér, maður? Allt fullt á ógreiddum sektum. Og það er ósku beðilegt að gangi illa að innheimta. Ertu með eitthvað fleira? Nei, ég er hérna með einhvern afgang af morfíni sem ég hef gleymt að tína. Má bjóða ykkur? Jæja, er það ekki komin tíminn til að snæða? Jú. Hvað er á matseðlinum? Já, á matseðlinum. Á matseðlinum í kvöld er ættgengur kvótafiskur ásamt bröskuðum smákvóta frá sægreifanum. Nú pólitískt ráðið ráðunaut, léttsteikt með brúnuðum bittlingum frá ráðherrann. Heilsteiktur lax með skandalsósu ásamt blönduðum hagsmunum og risnuðu brauði frá bankastjóranum. Innbökuð hasskaka með kókaínfyllingu frá lögreglustjóranum. Og 5 brauð og 2 fiskar frá prestinum. Ekki meira? Það er greinilegt að þú ert ekki pólitískt ráðinn. Þetta hefði aldrei liðist í mínu ráðuneyti. Já, ég kom hérna með krossfisk sem ég veit í kross á, ef það hefur eitthvað að segja. Já, við skulum ekkert vera með þetta, strákar. Ángur heldur svolítið í nefið. Við skulum biðja... Já. Fyrirgeðu, þið miskilið mig eitthvað. Við skulum biðja butlerinn að fara út af meðan við tölum saman. Já.
nákvæmlega sama tíma óku þeir Harry og Heimir stefnulaust út úr bænum. Harry! Já, Heimir. Sko ég er að spöglura. Já. Sko ég er að spöglura. Já, Heimir, hvað er þetta að spöglura? Sko ég er að spöglura í því, þegar Adam og Eva voru bara ein. Já, Heimir. Sko alveg alein, engin annar. Já. Sko það voru alveg gjörsamlega alveg alein þarna í Hveragerði. Í Eden. Já, ég meina það. Var þá enginn að afgreiða? Ó, Heimir. Hvað, má maður spöglura? Þú verðum við að hugsa. Nei, ég vil frekar spöglura. Allir sem hafa einhver ástæðu til að vilja koma í veg fyrir að páskaþáttur Spaugstofunnar færi í loftið eru farnir burt úr bænum. Úr bænum? Þá dettur mér eitt í hug. Nú, hvað er það, Heimir? Faðir vor. Nei, Heimir, ekki þetta. Nú er ekki komið vor. Guð minn almáttugur. Sko bara, þú ert sjálfur farin að biðja bænir. Ég keyrði á. Á hvað? Ég veit það ekki, en þetta var hörku árekstur. Var þetta kannski hagsmuna árekstur, Harry? Þegiðu, Heimir. Ok. Harry snaraðist út úr bílnum. Harry, þú átt víst að snarast út úr bílnum. Já, ég heyrði það. Ég er bara í sjokki. Nú ertu bara í einum sjokki. Hvað, mistur hinn? Ég skal klæða því hinn sjokki. Þegiðu, Heimir. Viltu hætta að segja mér að þegja svona? Svo rosalega irriterandi, Harry. Hver ert þú, maður minn? Nú, er þetta maðurinn þinn? Hvað eru þið giftir? Ég gratinera. Já, þið náðu því. Það er nú ekki mikið upp úr honum að hafa, Harry. Hvað varst að gera þarna á miðjum veginn? Ég satt hérna bara að keyra með þér, Harry. Var svona satt hérna að vera spöglur og svona. Ég er að tala við hann. Já, þú varst búinn að segja það. Heimir, viltu halda saman á þér kjaftinum? Já, ok. Ég var að tína ánamaðka. Ánamaðka? Á miðjum veginn? Já, það er búin að vera gífurleg sala hjá mér í dag og ég er búin að fínkempa öll tún og beð og kíkja undir alla steina svo ég átti bara þjóðveginn eftir. Já, ég skil. Nú, viltu þá ekki útskýra þetta fyrir mér því að ég skil ekkert í þessu. Ég hef aldrei selt svona mikið ánamaðkum á einum degi. Og hverjir hafa verið að kaupa af þér orma? Já, fyrst var það bankastjórinn. Aha. Og svo var það ráðherrann. Aha. Svo kom sægreifinn. Aha. Og svo lögreglustjórinn. Aha. Og núna síðast presturinn. Ætlar ekki að segja aha? Aha. Og veistu hvert þessir höfðingjar ætluðu? Já, þeir sögðust vera á leiðinni í veiðihús fjarri mannabyggðum. Aha. Harry, mér finnst eitthvað svo rosalega irriterandi að vera að halda svona saman á með kjaftinu svona. Er þeir ekki sama þótt ég noti bara ísólýringaband? Gæðum oss á gæðakrásum fínum, Guða veigar lífga sál á ný. Best er þó að ekkert við borgum sjálfir við byltum oss vellistingum í. Lykillinn að lífsgæðum risna, laxveiðar og brask og svínarí. Böfullinn má basla og org emja við ódrauðir göngum sjóðan sín. Hefur nokkuð grun hvar við erum, Heimir? Harry! Ég kannast ekkert við þennan stað. Harry! Sko Ef við vissum bara hvar þetta veiðihús fjarri mannabyggðum er, Harry! Þá getum við hugsanlega gengið á öllum þeim grunuðu á sama stað. Harry! Sama stað? Já. Það minnum á það. Hvað, Heimir? Sama stað síninu hjá. Heimir. Sama stað. Má maður syngja? Harry! Já. Sko ég var bara að spöglura. Nú er engin tími til að spöglura, Heimir. Nú það ekki? Nei. Það var synd. Ég var nefnilega spöglur í þessu skilti hana. Hvað skilti? Hana. Gott kvöld, herrar mínir. Gangið í bæinn. Ja, við getum það eiginlega ekki, sko. Komum keyrandi hingað, getum ekki gengið í bæinn, sko, ekki þessum kuldar. Ég er Harry Rögnvalds einkaspæjari og þetta er hinn hundtryggi aðstoðarmaður minn, Heimir Schnitzel.
Þegar það, Heimir. Nei, Heimir! Ljótust á. Frjáls. Kyrr. Við erum komnir hingað í leit að grunnsamlegum karakterum. Þið komið því miður of seint. Áttu þá við að hér séu engir grunnsamlegir karakterar? Jú, hér er nóg af þeim. En þeir eru því miður genir til náða. Nú er þetta náðhús, vissi það ekki? Ó, svo náða þig að náða. Heimir. Jæja, ég verð því miður að bóka ykkur hér í gistingu. Gjörðu svo vel þessa leið. Harry! Annarkvort að ég fengið hrikalegt höfuðhögg eða ég hef bara spökulerað yfir mig. Svarðu ykkur eftir tröppunni. Eva? Já? Við hljótum að hafa látið plata okkur. Nú, okkur segir það? Ég er búin að háma í mig nánast alla ávextina af skilningstrénu en samt botna ég ekkert í kvótakerfinu. Fyrirgefðu. Gerði ég þið bilt við? Æ, nei, þetta er svo skrítið einhvern veginn að mér krossbregður alltaf. Ætlar þú að taka þátt í braskkeppninu á morgun? Nei, ég held ekki. En misferðnishlaupinu? Æ, nei, þá linu við það. En svínari án atrennu? Æ, nei, mér langar heldur að taka krossapróf. Þetta fyrirgefðu, er þið sama þótt ég sortir í hérna kvótaheimildirnar mínar hérna? Já, það er allt í lagi. Ég ræð bara krosskáta með hann. Já, ertu svolítið góður í þeim? Nei, það er nú verkurinn. Harry! Já? Sko, ég er að spökulura. Sem ég er að hlusta. Það er greinilega sitt hvað skuggalegt að gerast í þessu húsi. Já, en Harry, ég er að spökulura. Seimir, farðu og leitaði að grunnsamlegum hlutum hérna í herbygginu og meðan ég ligg á hleri. Ok, en samt spökular ég meira á eftir. Já. Nei, gamall hommi. Nei! Nóna, kall. Harry! Stál og hnífur! Stál og hnífur eru merkið mitt. En Harry, hefur nokkuð séð merkið mitt? Seimir. Brynja! Brynja, ég elska þig. Ekkert skot í henni. Finnur eitthvað grunnsamlegt, Heimir? Nei, bara svona hversdagslega hluti sem að fólk geymir í skúffanum með og inn í skápa og svona. Fjandasvesen. En Harry, má ég þá halda fram að spöglura núna? Nei, farðu fram á gang og reynda að kíkja á skráagötu þess að þar. Ok. Ó, Eva, hvað höfum við gert? Nú verður Guð reiður. Ó, blessar, slakað á. Viltu þið ekki nóg af eplum og spott? Bónus? Æ. Ég hef pakkað öllum 16 niður í tösku. Þeir verða brjálaðir í bænum. Segðu bara að þú að fara í viðskiptaferð með nokkrum góðkunningum lögregluna til þess að treysta viðskiptasamböndin. Þeir geta ekkert sagt við því. Er það ekki? Nei. Hvað ert þú með? Ég var nokkuð seiði síðan þarf að sleppa í ána áður en þeim finnast hjá mér. Og af hverju með það ekki finnast hjá þér? Þetta er skítseiði. Já. Og það lögðu lítið? Já. Langar það að sjá stórt skítseiði? Já. Þú ert að horfa á það. Þú? Já. Nei. Hvað var nú þetta? Nú var þetta bara þetta. Get ég aðstoðu, herran? Nei, ég get alveg reymað sjálfur. En segðu mér eitt, er þetta nokkuð krummó? Þú getur eins og kannski gefið mér upplýsingar. Fullt hús matar og finnast engar dyr á því. Nú þarf ég virkilega að spöglura. Það er það sem hoppar og skoppar yfir heljarbrú með mannabein í maganum. Og getur nú. Þú talar bara í gátum. Já, er þetta eitthvað í sambandi við Borgarfjarðarbrúna? Gastu komist að einhverju grunnsamlegu, Heimir? Já, nú veit ég að Borgarfjarðarbrúin, hún er viðriðin málið. Það er ekki neitt að gera. Nú,
Við erum að safna öllum þeim grunuðu saman í konjakstofuna. Eina ráðið að koma þeim í opna skjöldu. Fínt, Harry, þú safnar öllum saman. Ég skal ná í skjöld. Skjölda mín. Guss. Skjölda. Guss. Það farið í konjakstofuna. Skömmu síðar hafði Harry safnað öllum þeim grunuðu saman í konjakstofunni. Góðir hálsar. Harry fór í gríðarlega löngum máli yfir öll þau grunnsamlegu atriði sem höfðu komið honum á sporið. Hann rakti málið í smáatriðum. Hvernig rannsóknir hans og Heimis höfðu varpað grun á hvern af fætur öðrum. Hvað á þetta að þýða? Ég búinn að læra utanbókar 20 blaðsina ræðu og á svo bara sleppinni. Því miður, Harry, klukkan orðið svo margt. Þú verður að drífa þig inn og ljúka málinu. Hvar erum við þá? Hérna blaðsíðu 54. Og þannig liggur í málinu, góðir hálsar. Hver var það sem óttaðist að páskaþátturinn uppfullur af háðsglósum pólitískar mannaráðningar og ófagleg vinnubrögð í ríkisapparatinu og vildi þess vegna umfram allt komið í veg fyrir útsendinguna? Jú, hver annar en sægreifinn? Já, en ég presturinn. Já, einmitt. Hver var það sem var á nálum yfir því að týnd eiturlyf og alls konar óreiða innan lögreglunar yrðu gerða umfjöllunarefni í þætti Spaugstofunnar? Hver var það? Það skildi þó ekki hafa verið ráðherra. Ég bankastjóri. Hver var það, góðir hálsar, sem óttaðist umfram allt að Spaugstofan myndi nota tækifærið páskaháttíðina og guðlasta til þess að hleypa öll í bál og brand innan kirkjunnar rétt einu sinni? Jú, góðir hálsar, það var lögreglustjórinn! Nei, hættu að hrista! Þetta ég, Heimir. Já, ég veit það vel. Hvernig þetta stíl? Já, þú hún ekki svara einu vísbendingaspurningum ennþá. En það gerir ekki til, Harry. Við bara kærum úrslitin og þá finnum við að seka. Harry. Já. Nú fékk ég hugmynd. Nú? Eða var þetta bara höfuðhögg? Heimir. Alltaf var þetta mjög sláandi hugmynd. En ég spyr nú samt sem áður. Hvað þessi myndbandsspóla að gera hérna? Gott hjá þér, Heimir. Já. Hvað þessi myndbandsspóla að gera hér? Okkur þætti gaman að vita það. Okkur þætti nú líka mjög gaman að fá að skilni fyrir ykkur á leiguna. Nei, Heimir. Nei, við hefum ekkert gaman að því. En við myndum nú samt gera það ef þið myndu biðja fallega. Nei. Ekki? Jú, ef maður skilur henni sko, þá safnar maður punktum og þegar maður er búin að koma við hvað... Skilur ekki, Heimir. Þetta spólan sem við erum að leita af. Þeir eru ekki samsegur. Þeir hafa bundist samtökum að koma í veg fyrir útsendinguna. Skilur það, Heimir? Já, þeir séu búin að... Nei, þú kemur sér nú vel að fá gott höfuðhögg. Skelltu spólun í tækið. Guðspænum. Og nú skulum við sjá hver hlær best. Guð! Já, Adam. Þetta ekki eins góðu dýll og ég hélt. Hvað get ég fengið fyrir 4 rifbein? Þetta hérna. En fyrir 3 rifbein og mjaðmabein? Þetta hérna. Vá, sportmódelið. Guð minn almáttur. Já, þetta ekki hann? Það líkur honum. Ég hef bara aldrei vitað aðeins ósvífni. Ég er bara í sjokki. Nú ertu bara í einu sjokki. Ég skal klæða þig bara í hinn. Nei, Heimir. Og múttu verið í einu sjokki. Góðir hálsar. Ég sé núna að það var full ástæða til að koma í veg fyrir þessa útsendingu. Og ég legg til að við látum eins og þessir atburðir hafi aldrei gerst. Já, það líst mér vel á. Já, hérna, má ég þá bara bjóða ykkur í nefið, ha? Ég vil ekki bara taka þátt í sökkjunni með okkur. Nú til að borða það, lax og kvótafiskur og nautakjöt. Nei, ég er nú spenntari fyrir karbúnaði. Jú, gott og vel. Og síðan gleymum við því að við nokkur tíman komið hingað. Málið nú ekki svona einfalt, herrar mínir. Það ekki allt sem sýnist í þessum efnum, fremur en í öðrum. Jóhanna. Jóhanna, hó, Hanna, 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 þó. Hanna, hó, Hanna, Jóhanna. Allt til fjallans fer
sukka, nú ég svegt og sár og tregt. Nú tími til að rukka, tifar reikningsskapsins klukka. Ég kveð upp dóm með dimmum róm.